Góðan daginn. Ég ætla að sýna ykkur hvernig þið getið unnið með Google skjölin inn á inn á Gmail. Fyrir að fyrsta þá verðið náttúrulega að vera með Gmail. Þannig þið þurfa að stofna Gmail adressu ef þið eru ekki með hana til staðar. Og það getið þið bara gert með að fara inn í opna eitthvað vafra, slá inn Gmail og þá kemur upp gluggi sem segir hvað þið eigið að gera næst og hvernig þið eigið að stofna. Það þarf að setja inn símanúmer og eitthvað vara, netfang og eitthvað svoleiðis og þá þið bara komin inn. Þegar maður fer síðan inn í heim, þegar ég búin að stofna þetta allt saman, þá hérna hnappi sem heitir Home og þar ég stödd núna. Það líka personal info sem maður getur sett myndir og annað þess aftar, security og eitthvað svona bla bla bla. En þetta hér glugginn sem heitir Home. Efst í hægra horninu, sjáðu punktalínurnar efst í hægra horninu. Ef ég smetla þær, þá kemur hér upp það algengasta sem notað í þessu Gmail, varðandi þetta Gmail-dót. Og það náttúrulega pósturinn sjálfur. Það kontaktar og eitthvað svona, það YouTube-brásin ykkar og leitin og eitthvað svona dót. Þið opnið More og þá koma upp fleiri möguleikar og það skjöl, það blogger og það Hangout sem svona eins og Messenger á Facebook og það kennslustofa og annað. Það sem þið ætlaði að gera að opna Docs. Smellið einu sinni á það og þá opnast hér inni sem sagt þau skjöl sem eru í boði við að stofna nýtt. Og það bara, fyrstalega það bara autt. Hér sjáu þið alls konar skjöl sem ég á til í minni tölvu. Þetta hér allt saman skjöl sem ég hef unnið með öðrum. Til dæmis í skólanum og eitthvað annað. Hér uppi í vinstra horninu main menu og þar getið þið valið hvernig skjölið ætlaði að gera. Ætlaði að gera ritvinnsluskjal, ætlaði að gera eins og Excel skjal eða ætlaði að gera glærur. Og forms, að þar væri til dæmis að þið ætlaði að gera kannanir. Eitthvað spurninga ég ætla nú ekki að opna þetta en ok þá það ef ég ætla að gera spurningakönnun eða eitthvað svoleiðis og sjáu ég með nokkrar bulla heita eitthvað untitled form. Þetta bara svona það sem ég hef verið að prófa af því ég var með þetta í kennslu í fyrra. En þið ætlaði að byrja á því að nota Docs, þannig að þið smelli bara á blank til að opna nýtt skjal og þá þið komin inn í þetta nýja skjal. Hér ætla ég bara að vinna eitthvað, ég í þessari ritgerð sem ég ætla að gera og ég ætla að vinna þetta og ég rosalega fljóta vel í þetta eins og þið sjáið, alveg bara gengur rosalega. Nú ég komin að mínu parti og mig langar að deila þessu skjali. Þá fer ég upp í hornið hægra megin, bláa tappan og segi share, af því eins og þetta í dag, sjáðu, ef ég renni yfir, þá þetta private, to only me, það bara ég sem sé það. Nú ætla ég hins vegar að gera share og já, ég þarf að nefna skjalið og þetta ritgerð í upp eitthvað, þið segi hvað hún á að heita. Síðan setja ég inn e-mailadressunar hjá viðkomandi og ég ætla bara að nota mínar eigin, nota ekki bara Borgó netfangið Anna.K. þarna fór ég alveg út úr því. Vittu nú við, loka þessu bara. Það Anna.K. @bhs.is og ég get sett einhverja athugasemd eða ég get bara hreinlega sent. Svo get ég fengið þetta share with others og get að shareable link, kópiði link þá fæ ég slóð sem ég kópira bara með Ctrl og C, smellinni í bara svona til öryggis og sendi. Og ég með send a link, no sign in is required. Ég vil bara gera það. @annak@bhs.is. Ok, þá ég búin að senda þetta. Núna ætla ég að fara inn sem Anna.K. og þá náttúrulega ekkert engin vafri til réttur. Ok, ég fer þá bara inn á þessum. Og við skulum bara fara inn í bhs.is og inn í webpóstinn og
og þetta er náttúrulega því ég hef ekki notað þetta á þessari tölvu og þá þarf ég að gera þetta öðruvísi. En þið sjáu hvað þetta er. Þið þurfum náttúrulega væntanlega ekki að gera þetta því það er einhver einn sem er að gera þetta fyrir ykkur. Aðgangsorðið, og það er ég og aðgangsorðin sko. Það myndi vera svona. Nei, ég vil ekki vera að skráða inn áfram, ekki á þessari tölvu, af því ég er ekki á minni tölvu. Hérna, ritgerð í uppbyggðisfræðinni. Þá opna ég það og þá sé ég hérna er komið, ég vil láta opna þetta bara beint, þannig ég fer bara beint hérna inn í, opna þetta hérna í Docs og þá er ég komin inn sem Anna Kristín og sjáu, nú sé ég að það er, ég get skrifað hérna inn í þetta skjal bara eins og allir hinnir. Það er að vísu skrifvarið, ég get aðeins, ég verð að skrá minn á Google-reikning, já, vegna þess að ég fer inn á BHS-adressu og ég verð að fara inn á Gmail-adressu. Það er það sem að ég gleyma að segja ykkur. Þetta er eingöngu á milli Gmail-adressa, þess vegna verði að vera með Gmail. Ef ég er ekki með Gmail eins og í þessu tilfelli þá nota ég BHS-adressuna mína, að þá get ég bara skoðað, ég get ekkert skrifað. Allt sem þið hins vegar skrifið hérna í, það kemur í jafnóðum og þið getið skoðað það. Ég held að ég sé ekki að tala neitt meira um það núna. Heyrðu, jú, síðan þegar þið eru búin að gera skjalið eins og þið ætlið að hafa það og ætlið ekki að gera neitt meira, þá er sniðura að færa það aftur yfir í Word og gera þar útlitsbreytingar sem þið viljið, vegna þess að í þessu forriti þá er ekki hægt að gera eins mikið og það er bara ekki eins skemmtilegt. Og þannig að þið færið það yfir, sérstaklega þegar það ætla að fara að gera heimildirnar, að þá er betra að gera þær í Word-skjali, ekki hér. Ég held að þetta sé bara nóg núna.